Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Gott sumar að baki og gott ár að baki. Það er búið að vera, eins og segðu, búið að besta reksturinn mjög vel. Við eigum rétt magn af bílum. Það snýst ekki að eiga alla bílana eða marga bíla, það snýst rétt magn. Herri, við segjum Góðgerðarfest Blúkarendal 2025 sett. Samferða ég og þú í gleði og glensja og blú til Kefjöldi mættur því gott að gefa af sér allt verður brjálað við skulum skála Suðurnesja fyrirtækið Blue Car Rental hefur vakið athygli fyrir stuð og stemmingu á undanförnum 5 árum en í kringum þetta fjör hefur Blue safnað peningum yfir 100 milljónum króna sem allar hafa runnið til góðgerðarmála. Árlegt góðgerðarfest í október mjög skemmtilegt framtak en líka mjög til fyrirmyndar hjá fyrirtækinu sem fagnar 15 ára afmæli á þessu ári. En það ekki bara fjör hjá Blue. Yfir 100 starfsmenn vinna hjá fyrirtækinu sem orðið eitt af stærsta á Suðurnesjum og líka ein stærsta bílaleiga á landinu. Magnús Sverrir Þorsteinsson og Guðrún Björgvinsdóttir stofnuðu fyrirtækið á sínum tíma og byrjuðu smátt með nokkra bíla en Þorsteinn, bróðir Magnúsar og Elísa, kona hans, komu inn í eigandahópinn fyrir áratug og Þorsteinn nú framkvæmdastjóri Blue. Við settumst niður með honum og spurðum hann út í reksturinn. Þið að fagna 15 ára afmæli árið, ekki? 15 ára, jú. Byrjuðu smátt, eða ekki? 5 til 9 bíla, já. Og 5 og svo fljótlega 9 og svo 25 og svo var það eiginlega tvöföldun bara hverja einasta ári í framhaldinu á því. Það var svona stærsta stökki var þegar fyrir 500.000, 1500. Það var alveg stökk, það var ekki bara spurning kaupa bílina, það var að stækka alla innviðið og allt með í leiðinni. Og þið búin að vera aðeins í 15 ár og nánast að stækka á hverju ári eða hvað? Það stækkuði mjög mikið til svona 2018-19 og svo náttúrulega kemur COVID árið þarna sem við náttúrulega teljum ekki sem ár í fyrsta lagi. En við fundum svolítið svona okkar flöt þarna 2018-19 og svona rekstrarlega gott ár hjá okkur 2019 þegar kemur bara að því að halda utan allt sem þetta var búið að stækka svo hratt fram að því. Í framhaldinu þá hefur við svona stækka mjög hægt. Það hefur verið sjálfbær vöxtur og við höfum verið svona besta reksturinn frekar. Og bara, já, fullkomlega ferla og við fara ná meiri nýtingu og stækka bókuninni og okkar og svona. Hvernig þá staðan í dag, 2025? Árið langt komið og hvernig hefur gengið ár? Hvað að gera mikið? Gott sumar að baki og gott ár að baki. Það er búið að vera, eins og segðu, búið besta reksturinn mjög vel. Við eigum rétt magn af bílum. Það snýst ekki að eiga alla bílana eða marga bíla, það snýst rétt magn. Það er náttúrulega að stilla það mjög vel af í ár. Hvað rétt magn? Sem svona okkar stærsti sigur. Cirka? Eins og okkar núna það 3000 bílar, rétt rúmlega. Ekki spyrja mig bílnúmerinu á vellum, ég get ekki þaulið það upp. En já, það svona 3000 bílar í dag og sumar verið gott en þetta eru að finna fyrir play áhrifum núna. Það ekki laust við það muni hafa einhver áhrif. Eftir að koma í ljós raunverulega hversu mikið, sjáum það örugglega ekki fyrir seint á næsta ári. Og vonandi pikkar þetta ykkur upp að sjálfsögðu, en það klárlega að hafa áhrif. En hvernig var sumar í sumar? Það voru svona, já, menn höfðu svona kannski smá áhugjur fyrir í vetur, eða ekki, en kom þetta vel út? Ræktist úr? Það hefur verið merkilega lítið fjallað það, en júlí og ágúst voru stærstu ferðamannamánuðir í sögu íslenskar ferðaþjónustu. Aldrei verið fleiri ferðamenn á Íslandi eins og voru í júlí og ágúst í ár. Þannig að við getum ekki kvartað með þá staðreynd á bakinu, sko. Hver ástæðan, veistu það? Getur ímyndað? Já, vaxandi vinsældir auðvitað og meiri samgöngur, mikið að auðvitað veltur okkar rekstur rosalega mikið á því hversu marga verið að ferja hingað og svo að missa flugfélög núna, klárlega áhrif. En ég held náttúrulega bara að þrautseigja í markaðsmálum að gera betur og kynna landið og veita góða þjónustu og vera með hár standard á Íslandi
og þetta spyrst allt út en betur má við duga skjál sko. Við viljum sjá meiri aukningu á milli ára hjá okkur. Það hefur verið lítið sem engin síðust ár þó að júli ágúst þessu ára hafi verið mjög góður. Markasmálin, hvernig standið að þeim svona í fáum orðum kannski, ef þú myndir segja mér að hvað leggið mikið kraft í markasmálin? Já, við leggjum náttúrulega gríðarlegan kraft í það og höfum alltaf gert. Við erum með kraftmikið teymi og marga sem koma að sölu markas og tækni og þróunarmálum með okkur líka og við höfum náttúrulega lagt upp úr því að bóka í gegnum okkar eigin sölurásir og gerum það í miklu meirihluta. Þannig að við þurfum að leggja mikið upp því til þess að halda því við og fyrir vikið erum við ekki að vinna mikið með endursöluaðilum og borgum þar af leiðandi miklu minna af þóknunum sem eru auðvitað of háar og það ekki réttlætanlegt að vera að borga 15, 20, 25% markaðskostnað sem þóknunarkostnað. Það of hátt hlutfall fyrir bara flest fyrirtæki til að bera. Þannig að fókusin hefur verið að bókja okkur sjálf og fyrir vikið þá setjum við mikið púður í það. Já, þannig að það hefur tekist hjá okkur að selja mest sjálfir. Já, þú veist, þá vísa ég kannski eftir því sem ég sagði hana, við erum með sjálfbæran vöxt. Við hefum stækkað leiguna í kringum bókunarnetið okkar sem við erum að stýra að mjög miklu leyti sjálf og það gefur okkur mikið komfort. Við vitum svolítið svona hvað eru margir að koma inn í búðun okkar og hafa áhuga að versla vörun okkar. Við stækka með því. Eða dregið saman. Það hefur nú gerst einu sinni við offjárfestum aðeins sem betur fyrir okkur á síðan. Hvað vinsælasta varaðin? Hvað mest af einhver einn tegunda bíl? Þykist við það, já. Dacia Duster. Ég held að viti það allir. Það vita allir, já. Þetta út allt. Þú þarft ekki að fara langt út fyrir Reykjavík til þess að fatta það. Dacia Duster klárlega sko ekki bara það svo bíl sem við eigum mest af. Hann líka vinsælasti kosturinn okkar. Þannig það alveg merkilegt. Hvað hann vinsæll eru bæði í Evrópubúum og Amerikanum líka. Meira náttúrulega í Evrópu. Fjórhjólaður bíl og hann hentar vel fyrir Ísland. Já, ódýrastir náttúrulega fjórhjólaður kosturinn okkar. Og veturni sérstaklega hjá okkur það nær eingöngu fjórhjólaðurinn bílar sem eru leigðir. Þeir sem að taka minni bíla, við mælum að sjálfsögðu með þeir uppgreiti sig svo í sletti. Og þá Dusterinn svona ódýrasti og hagkvæmasti kosturinn í því. Sparneytið náttúrulega líka og bara geggjaði bíl. En áhugavert að vita til dæmis síðan þið eru með kannski nokkur þúsund bíla úti í leigu þegar mest Hvernig, það hlýtur eitthvað að gerast? Ég meina það bilar eitthvað og annað. Hvernig, í hvaða tengslum eru við viðskiptavinin á bílunum einhverstaðar út á landi? Já, við erum alltaf með 24/7 þjónustu og alltaf þetta samband við okkur, með ýmsum leiðum, það live chat og það símið og það tölvupóstur og margt fleira. Það gerist gríðarlega mikið hjá okkur. Það bara, það ekki 1 eða 2 tilfelli á viku eða dag, það eru 10 og hvort sem það sé ein lítil skemmd framrúð eða bíll sem fastur í á eða hreinlega búið að velta, það bara allt milli himins og jarðar sem gerist hjá okkur. Og ég stjókur stundum með það, ég mun einn dag að gefa út bók eða bók í mörgum bindum sennilega eða förum yfir söguna og það sem við erum búin að lenda í. Það ótrúlegustu atburður sem gerast þegar fólk að ferðast þessa fleiri 100 kílómetra jafnvel á dag og í alls konar aðstæðum, þar sem maður getur rignt og snjóað og verið sól á sama sólinu. Og við erum með mjög mikið fjölda af tjónum, smávælum og uppistór sem bara mjög erfitt að ráða við og klárlega ein stærsta áskorun í okkar rekstri. Hvernig náðu að fylgjast með? Þið með einhverja tengingu við bílana? Við erum með tracker í öllum bílum í dag, greinum öll tjón. Tracker, það ef þú íslenska það? Já, það stórt spurt. Það Rekur þá? Þetta rekja hver bíllinn Já, búnaður til þess að vita hvað hann staðsettur, hvort það sé eitthvað staðsetningabúnaður, en þetta meira í rauninu, hann getur sagt okkur hvort það sé eitthvað og nemur högg líka. Og ýmislegt annað sem við getum notað hann í og erum að núna, fylgjast með, við erum náttúrulega ekki að fylgjast með, við erum með 3000 bíla, við hefum enga tíma til að fylgjast með ferðamann okkar eða viðskiptavin okkar, en við eigum þetta inni ef það kemur eitthvað upp á og við hefum ótal mörgu sinnum áður en við fengum þennan trackerbúna og við erum að reyna að staðsetja viðskiptavinn sem í símanum og tala við og spyr og segir styrra aðstoð og við spyrum hver ertu? Já, ég á þjóðveg 1 og það getur verið, það svolítið stór vegur þannig að það getur verið oft erfitt að finna kunnan hverju sinni og við höfum að lenda í erfiðum aðstæðum þar sem við höfum bara gengið illa að finna viðskiptavinn sem var á sérstökum stað og þar sem hann beið í 17 klukkutíma og björgunarsveitir og fleiri tilbúið að ræsa út til þess að finna hann.
Þannig að þetta getur líka verið hættulegt. Var hann þá ekki komið með staðsendingabúnað? Nei, þetta var áður. Áður, já. Í dag allir bílar komið með staðsendingabúnað og við erum að þróa þá lausn ennþá lengra í að geta nýtt hana betur. Það sem að truflaði okkur alltaf var að geta skammað eða bent kúnunum á eitthvað eftir á. Að við vildum alltaf reyna að koma staðins framfyrir. Þannig að við erum að þróa með eitthvað lausni þar að geta komið áræðanlega skilabóðum í raun tíma á raunverulega viðskiptavini þegar þeir þurfa á því að halda, ekki eftir á. Þannig að það svona næsta skref hjá okkur í tracker þróuninni. Hver eru viðbrögð útlendingana sem koma hérna? Þetta eru náttúrulega allt útlendingar sem að koma og leigja okkur bíla. Já, mest með þér. Fáið þið mikil viðbrögð svona bara með hvernig þeim finnst landið og hvernig ferðin var? Já, þú veist, þetta heilt yfir bara gríðarlega jákvætt og fegurðin og náttúrulega við finnum mest fyrir þegar einhver fara næra svo norðurljósin þá mikið talað það og þú veist, ánægði viðskiptavin okkur mjög mikil að langmestu leyti auðvitað þetta að koma sérstakar aðstæður sem að misjafnt hvernig fólk tæklar það, hvort það finnist það bara ævintýri eða hvort það láta það skemma fyrir sér ferðalagið en ég held að sé ekki hægt að segja annað en ferðamann hér séu bara í skýjunum með það sem eru upplifað, svona otherworldly experience eins og það oft talað eins og sérstakar annar plánandi. Það hlýtur að vera gríðalegt umfangsmikið starfað að halda utan 3000 bíla, það þarf að þvoða og gera bílinn tilbúinn fyrir næsta leigjanda, næsta viðskiptavin. Já, þetta gríðarlega umfangsmikið. Við skiptum mörg þúsund dekka á ári, við skiptum 1000 framrúður á ári og við erum að selja og laga fleiri 100 bíla á ári. Þannig að þetta gríðarlega umfangsmikið og við erum búin að styrkja við okkur náttúrulega mikið til þess að ráða við þetta. Við erum að renna út bílum í þvottastöðinu þegar mest að gera okkur í 3 mínútna fresti. Þannig að það gríðarlegur hraði líka þar og já, þetta er mjög umfangsmikið. Og ég sé að þið eru með tæknina þar líka með skjá upp á vegg þar sem að næsti bíl á að hvernig hann á að vera búinn, þannig ef það er barnabílstóll eða eitthvað annað. Já, við erum með tæknilausnir eiginlega á öllum sviðum og reynum að greina allt líka. Ég segi oft þessum gagnrýndur í tæknifyrirtæki frekar en bílalega og þannig erum við þengjandi, þó við séum auðvitað í grunninn bílalega og við reynum að byggja allt á tækni og flýta fyrir og einfalda ferla og oft en ekki ef okkur tekst að einfalda ferla þá nýtur bæði viðskiptavinur og starfsmenn okkar góðs að því. Þannig að það hefur verið svona hugsun hjá okkur. Við eigum í dag líka forritunarfyrirtæki, Dakota, sem að er búið innleiða sem við eigum ásamt fyrir eigendum, sem við erum búin að innleiða inn í reksturinn hjá okkur bara miklu leið til. Þannig að langflestar hugmyndir sem fæðast hjá okkur, það enda hjá okkur vinum í Dakota líka, nánast alltaf. Og já, úr því að nefni Dakota, þá náttúrulega, þú veist, ég hafði eitthvað verið að fara í önnur mál, eru með skemmtistæðan Brons og voru nýlega að stóru þokkalegi hluthafar í ferðaþjónustu fyrirtæki út á landi, Nýju Lóni eins og Lauras Lagún. Já. Mjög skemmtilegt verkefni. Það var ég náttúrulega hef svona sterkar rætur á þennan stað, það er kona mín og þetta verkefni kom upp, einstaklega fallega hannaðu þetta og gaman fyrir okkur að við erum búin að senda fólk út all land öll þessi ár. Það er gaman að eiga stað sem við getum mögulega að stoppa á því í leiðinni. Það var svolítið svona tryggirinn að fara stað í þetta. Það geta verið partur af ferðalaginu líka, ekki bara að hjálpa þeim að komast þangað. En þið eru með, hvað segir þið séu með marga starfsmenn? Við erum 120 sennilega í dag, 130 í sumar. Fækkar aðeins inn í veturinn þegar sumarstarfsfólkið fer í skóla og önnur verkefni. Það er 120-30. Og meirihlutinn, fólk sem býr á Suðurnesjum? Já, mikill meirihluti fólk sem býr á Suðurnesjum og í öllum bæjum hér á Suðurnesjum. Einhverjir nokkrir starfsmenn sem eru í Reykjavík líka og keyra til Keflavíkur hverjum degi. Þó að sé lengra til Keflavíkur heldur en Reykjavíkur, eins og margir halda í Reykjavík. En já, við erum langflestir á svæðinu. Og þetta verkefni ykkar sem að byrjaði sem partí Oktoberfest, þetta er svona undið upp á sig og þið viljið vera samfélagslega þengjandi og hafið gert ykkur mjög gildandi á svæðinu, þannig? Við hefum gert það, já. Meira síðustu ár eftir við fórum að vekja augljóslega meira athygli á þessu og það kom svolítið svona sterkt til okkar að því að við vöktum ekki það mikla athygli á þessu fyrst en verkefni verðugt og á það skilið en við erum líka
þetta markaðsetja átakið sjálft og í þeim tilgangi að fá fleiri til að styrkja og hækka heildar upphæðina og það partur á því að vekja svo mikla athygli á þessu og sjálfsögðu að vekja athygli á þessum málefnum sem eru bara virkilega þörf og mörg. Við erum að styrkja 25 málefni í ár, fengum 60, tæplega 70 umsóknir. Þannig að það er verið að vinna frábær starf á svo gríðarlega mörgum stöðum sem að virkilega þurfa á hverri krónu að halda. Þannig að þetta er svona samverkandi þættir sem gera verkum að fann að vekja meira athygli á þessu. Já, það hlýtur að góð tilfinning að vera búin að ná í rúmlega 100 milljónir og koma þeim til góðra aðila á Suðurnesjum. Heldur betur. Já. Og erum við auðvitað stolt af þessu líka, sem partur af því að við viljum vera að deila þessu, eins og við gerum. Við erum bara mjög stolt af þessu. Og mannauður sem kemur að þessari vinnu og meira til. Ég meina, á seinasta ári þá erum við með á styrkjuvíkjunni góðgerðstu 25 milljónir en við erum með yfir 100 milljónir í samfélagslega styrki á árinu. Þannig að við erum að gera mjög margt og við viljum vera bara leiðandi á þessu sviði hér í okkar samfélagi. Hvað þið stórt fyrirtæki á ykkar markaði sem bílaleiga og ferðaþjónustu fyrirtæki á Íslandi, meina ég? Já, það eru 4 svona bílaleigur sem myndu svona flokkast svona í svona stærsta flokknum. Það náttúrulega og þar erum við svona 3. 4. stærsta bílaleiga landsins og erum mjög mikið fókus á skammtímalegu. Þannig að við erum svona með þeim stærstu og það kemur að leigu til ferðamanna. Þið kynntu í sumar, þú kallar það, maður rétt, nýja ásýnd og nýtt merki fyrir fyrirtæki, þetta Blue Car og þið voruð búin að vinna mikið í því. Hvað kom til að þið gerðu þetta? With Blue, the journey is just as important as the destination. An effortless, immersive experience that brings Iceland's landscapes to life. We give every traveler the freedom of the open road, with ease, with confidence. But this freedom isn't just felt, it's seen. The routes and landscapes that define the adventure become part of our visual identity, reflecting the flow and energy of the experience itself. Inspired by the road, the environment, and the ever-changing journey, we've created an identity that's not just about where you're going, but how you get there. Við vinnum mjög mikið í þessu. We're not just a car rental. Þetta var 2 ára verkefni tæplega og það var svona eitt leita öðru. Við höfum búin að ræða þetta í smá tíma að breyta logóinu. Það hafi verið rætt. Við vorum með að boga á logóinu sem hafði eiginlega engan tilgang og hafði alltaf bara verið svolítið svona partur af okkur. Það var aldrei markmið að breyta með lit eða nafn eða neitt slíkt. Við langaði bara svona að hressa upp á það og við förum í greininguvinnu með fyrirtæki sem heitir Brandr hér í Reykjavík sem var svona eins og að líta inn á við hjá sjálfu sér sem allir hafa gott að gera annars lagið, að líta inn á við og reflekta á sjálfu sig og við gerum það og sáum að í grunninn að vörumerki okkar og allt sem við vorum að gefa út frá fyrirtækinu það hafði ekki vaxið eins og fyrirtæki og þekkingin og mannauðurinn innan fyrirtækisins. Það var svona fyrsta sem kom til okkar að við vorum búin að vaxa umfram vörumerki sjálft. Það skorti svona consistency, svona þrautseigju eða stöðuleika og vera stílhreina. Allt efni sem var að fara frá okkur, það var breytilegt oft og okkur vantaði bara meiri ramma á vörumerkið. Það var svona fyrsta sem fer af stað. Vinnan með Brandr var algjörlega frábær og það var áhugavert þegar við fengum biblíuna sem var úr því að það var eins og að vera að lesa sjálfa sig og það er það sem við vildum. Það við náðum að kapsjúra vörumerkið eins og við sáum og túlkuðum það. Það fórum við í hönnunarstofu sem heitir Saffron í London og sem er faglegasta og flottasta fyrirtækja sennilega sem ég hef unnið með á ævi minni. Þar sem við vorum bara leiddi gegnum magna ferli og úr var þessi niðurstaða sem er nýja vörumerki okkar en það er miklu meira en bara logo. Við erum með nýja liti, með okkar eigin letur, innlitum munstur og allt í þeim tilgangi að standa út úr og vera bara aðsóknarverðari kostur fyrir ferðamenn sem eru að koma til landsins. Þetta erum á gríðarlegum samkeppnismarkaði og það er erfitt fyrir bílaleigur, það er ekki allir sem gerir sig grein fyrir því, það er erfitt fyrir bílaleigur að aðgreina sig af því að alla bílaleigur eru með Dacia Duster eða Toyota Yaris eða Kia Sportage og flesta bílaleigur eru með tiltölulega nýlega bíla, flesta bílaleigur eru bara með flotta þjónustu og vanda sig og þá er erfitt að aðgreina sig af því að
þú ert að selja saman bílinn, við erum allir að selja, allar leigunar að selja saman bílinn og meðan að þú getur kannski verið með hótelherbyggju þá ertu aðgreina með myndunum en við getum það ekki með vörunni sko. Þá var þetta, það ákvörðin hjá okkur að hvernig aðgreina okkur enn frekar og styrkjum vörumerki Blue og ég held okkur að það tekist frábærlega með það. Tengist þetta því að þið eru að náttúrulega með ofur áherslu á að selja sjálfir, ekki gegnum aðra? Algjörlega að gera það. Þannig að þá þið eru með, maður sér í markaðsefninu ykkar að myndir frá Íslandi og þið eru að tengja ykkur með merkinu og hérna, þannig að það er bara áfram gakk í rauninni. Já, bara byggja ofan á þetta. Þetta var 2 ára verkefni sem er bara lokið núna og núna er bara næsta skref og það er að halda þessum stöðuleika og hérna halda áfram að styrkja vörumerkið. Ekki þetta nýja en þessi er næstu útgáfa allan að því og við erum með ný tækifæri og tól og miklu betur ramma á því núna og bara miklu að trúa því að við getum haldið áfram að taka skref og gera ennþá betur á bílamarkaðinum. Viltu segja okkur hvað þið eruð að velta mikið á ári? Já, 24 ára við tæplega 7 milljörðum og 25 kemur svo seinna. Já. Verður eitthvað aukning í ár? Útlit fyrir það? Já, útlit fyrir það. Já. Þannig að það er bara áfram gakk og að berjast. Já, náttúrulega miklar áskorunni framöndan. Það er náttúrulega breytt mjög mikla líkur á því að löggjöfin breytist núna áramótin. Það sem að verið að hækka bensín og rafmagnsbíla. Ég hef svolítið notað líkinguna að þetta er svona eins og skatta hækkanir á sígarettum. Það hefur bara verið að verðleggja þær út á markaðinum og verðleggja þá eitthvað annað eins sem þá rafmagnsbílinn. Það er svolítið það sem við erum að upplifa núna og stóra vandamáli þar kannski byrjaði að segja að ég myndi gjarnan vilja kaupa miklu meira af rafmagnsbílum og við ég á rafmagnsbíl sjálfur en viðskiptavinur okkar vill ekki leigja. Og það er alltaf stóra flækjustig í okkar rekstri núna í eins og staðan akkurat núna og inn í næstu ári ef þetta fer í gegn að við erum annarkvort að kaupa bensín og dísilbíla á miklu herra verði heldur en það 20% pluss jafnvel heldur en bara þessu ári versus það næsta á meðan við getum fengið rafmagnsbílinn og hagstæðari og öðrum kjörum en við getum ekki leigt út af því að það er bara svo ótrúlega lítil eftirspurn eftir þessu bíl. Hver er ástæðan fyrir því? Ég held að það sé bara að þú þekkir ekki aðstæður. Þú veist, það er oft talað að þeir sem eiga rafmagnsbíla myndu þóra að leigja sér rafmagnsbíl en þeir sem eiga rafmagnsbíla hlaða heima hjá sér. Þú veist, ég á til dæmis svona rafmagnsbíl og ég hlaða 99% heima hjá mér. Ég hef örsjaldan notað hleðslustöðvar út á landi og það er alveg verkefnum, það er að kynna sér það og það er ekki það sem leitast eftir að gera þú ert að fara í ferðalag sama tíma, eða önnur skýring er að Íslandi er náttúrulega mjög framalega í þessu, jafnvel oframalega að miðað við önnur lönd. Já, þetta er Ísland og Noregur sem er bara gríðarlega framalega í þessu okkar stærstu markhópar til dæmis Bandaríkin er bara náttúrulega langt á eftir okkur langt á eftir, það sem er bara mjög lítið að fólki koma á rafmagnsbíla að í stóra samhenginu þó Tesla sé vinsæl alltaf þá er í stóra samhenginu fáir komin á rafmagnsbíla og því þarf að það þarf að aðlagast því og það tekur bara tíma fyrir viðskiptavinin að átta sig á því að það er hægt að vera rafmagnsbíl hér allt land. Þetta er svona ásamt í að það er eitt flugfélag dottið út að þá er þetta svona einn stærsta áskorunin fyrir næsta ár og þessar breytingar á þessum gjöldum og hvort það eitthvað tekst að selja fleiri rafmagnsbíla. Já, það er einu okkar stóra áskorun sem er framöndan. Það er náttúrulega mikið verið að hamra á okkur með alls konar gjöldum, kílómetragjald sem við þurfum að fara að rukka, hækkandi bifreiðagjöld, hækkandi vörugjöld núna og þú veist þessi stefna með þessa rafbílavæðingu er góð og gild og þú veist, við myndum gjarnan vilja vera bara að kaupa rafbíla en við getum ekki keypt á til að láta það standa. Það er bara staðan og við höfum reynt að við erum að undirverðleggja rafmagnsbílinn bara til þess að koma við vinnu og reyna að fá reynslu á þetta og svona, það gengur bara mjög illa að leigja sér bíl og það er bara virkilega stórt flækjustig sem að blasir við okkur þar þegar stjórnvöld er að þrýsta okkur í þessa átt en viðskiptavinurinn er ekki sammála því.
Leiðu við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út blað sem kemur núna út hálfsmánaðarlega en í þessari viku var blaðið dreift á 30 staði á Suðurnesjum, fullt af nýju og skemmtilegu efni í blaðinu. En við erum líka að skrifa nýtt efni á hverjum degi á Víkurfréttavefinn, vaff.is og golffréttir á kylfingur.is. Við þykjum góðar ábendingar efni, endilega sendi okkur hugmyndir á vaff hjá vaff.is. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl.